Flest mörk í deildinni eftir föst leikadrið á þessu tímabili, 7 talsins. Íbjörg og Stjarnan sem eru þar á eftir. Hér kemur fyrirgjöfin frá Haraldi Skallin og hann lekur í fjærhornið. Þorri Stefán Þorbjörnsson sem átti þennan skalla. Það var ekkert eitthvað sérstaklega mikill kraftur í honum en hann var hnitmiðaður hins vegar. Sjáum þetta hér, það er að koma sér fram fyrir varnarmanninn sinum, sínst að vera Guðjón Ernir. 3 stig sem hafa sótt á heimavelli samanborið við 7 stig á útivelli í 4 leikjum. Þessar vandræðagangur á Frömmurum, skotið og Káa er að jafna metin hér. Var ekki Hallgrímur að sjálfsögðu? Er það Hallgrímur Mar Steingrímsson? Framar að sinni eigin verstu óvinni þarna. Hallgrímur að skora 3. mark sitt á þessu tímabili. Það voru ekki lengi að jafna metin. Kannski einhverja rétt það bil 3 mínútur. Það var markaskorinn Þorri Stefán þarna sem var aðeins og kærulaus. Hallgrímur heldur þessi leik. Getur sjálfur inn á tegin hérna með fyrirgjöfina. Boltinn kemur á fjær og Káamenn er að taka forystuna hér. Sveinn Margeir Hauksson sem hann náði að komast á boltana eftir fyrirgjöfina frá Hallgrími. Hann náði ekki að koma þessu almennilega í burtu og Sveinn Margeir að skora 1. mark sitt í bestu deildinni á þessu tímabili. Gott að það er ekki smá snerting þetta frá Diego. Það er framara hér. Hann fram völlin í áttina Fred. Skallin þarna frá Guðjón Erni. Atli skallan fram í áttina Freyr Sigurðssyni. Freyr Jeppe Pedersen í baráttinu við hann. Hann er að hrista hann af sér. Freyr hérna ennþá með boltan. Freyr með skotið. En það er að verja í markinu Steinþór Már. Að dæma vítaspyrnu hér. Þarna nokkuð lengi hann Atli. Atli Þór setur þetta í hornið hins vegar. Þetta var nú ekki sérstaklega föst spyrna. En Steinþór Már valdi vitlaust horn hins vegar, kastaði sér til vinstri, menn að boltinn fór til vinstri frá Atla Þór Séð. Allt orðið jafnt á 9. leik hér á Greifavellinum. 4. markið í þessum fyrri hálfleik og mörkunum heldur áfram að rigna. Káa 2, Fram 2. Sjáum aftur endursýninguna af vítaspyrnu dóminum. Númer 2 Birgir sem kemur á húrrandi siglingu og hann endar nú með því að fari hans í vinstra megin og þar kemur Haraldur Einar, setur hann á Fred, aðeins fyrir aftan boltan, aðeins fyrir aftan Fred segir. Svo þurft að bíða eftir hann eins og Haraldur aftur á Fred, þetta er gott samspil á Frömmurum hérna. Fred setur hann fyrir Freyr með skotið, þeir bjarga á línu en Atli Þór Jónasson nær að pota boltanum yfir línuna að lokum. Þetta kom smá sambaspil frá þeim bláklæddu og tæti í sig Káavörðina Haraldur og Fred sem að tengdu saman út á vinstri kantinum að Fred potar nú svo fyrir Freyr með skotið. Hans Viktor bjargar en miklu vandar með að stjórna boltan af Freyr. Setur hann í fyrsta svo Róbert Hauksson hérna. Róbert nálgast endamörkið segir setur hann fyrir og hann er að finna Freyr Sigurðsson á næstaukinni. Hann er að koma Frömmurum hér í 2 marka forystu. Vel framkvæmt skyndisóknarða hjá gestunum sem að kemur þeim 2 mörkum yfir hér. Róbert nýkominn inn og sem varamaður leggur hann fyrir á Freyr Sigurðsson sem að skalla þetta frá. Kenny Choppart þetta í kapphlaupinu. Hann tapar því kapphlaupi hins vegar. Rúkandi siglingu. Breki Hólm Baldursson hérna setur hann til hliðar. Hallgrímur Mar með sendingunni í fyrsta hér er Jóhann Símon Edmundsson og hann er að minnka munin fyrir Káamenn þegar einhverjar 7 mínútur tæpar eru eftir að venjulegum leiktíma. Frábær skyndisókn hjá Káamönnum sem kemur upp úr hornspyrnu hinum megin frá Frömmurum. Hallgrímur með stóðsendinguna, Jóhann Símon leggur hann fyrir sig og bombar honum fram hjá Viktori Frey í markinu. Kenny nær að vinna boltan. Það er bara engin tími eftir á klukkunni. Elías Ingi flautar til leiksloka hér á Greifavellinum og bindur því miður.